Það borguð fyrir okkur leiga, það borguð fyrir okkur rafmagn og hiti og við komum bara inn með sjálf okkur án sem þurfa að hafa áhyggjur af því að steypa okkur í skuldir. Þetta var nóg til þess að mikið orkuflóð fór á stað. Já, það hefur vakið það mikla svona athygli erlendis að þegar ég hef reynt að kynna mig sem frá Landsbankanum að þá dugar það ekki, þá segist ég bara að vera tengdur Klink og Bank og þá kveikja allir. This is a word announcement! 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 Klingo Bank. Banco. Por un banco. Klingo Bank. Klinkan Bank. Klinko Bank. Klinkenbank. Klingo Bank. Hvað Klink og Bank? Sko Klink og Bank Klink og Bank samfélag fyrst og fremst ungra listamanna hús sem hefur fengið aðstöðu til að vinna saman sem fólk saman í. Á sama stað. Við erum hópur listamanna sem koma saman hérna undir þessu þaki. Við erum svona að reyna að gera þetta þannig að þetta sé svona áhyggjulaust fyrir þau. Í tilfelli Klink og Bank var nú það að ræða að þessi mikla húseign, Hampiðjuhúsið, komst í hendur Landsbankans. Formaður bankaráðs, Björgólfur Guðmundsson, svona gaukaði að mér svona í einhverjum bíltúrnum. Hvort það væri ekki eitthvað hægt að gera við þetta? Þannig var það að svona við byrjuðum að skoða hvort það væri ekki einhverjir möguleikar á að nýta þetta húsnæði. Og einhverjum á sérlagi fyrir ungt fólk og ungt skapandi fólk. Mér finnst það líka listaverk út af fyrir sig að sjá hvernig þessir ólíku karakterar vinna saman. Það var sem sagt þannig að ég hef alltaf sagt söguna þannig að Landsbankinn var náttúrulega keyptur af einkaaðila
og þeir fengu þarna listaverkasafn með í kaupunum bara án þess að það hafi verið metið að pælt í því að leita allavega þannig út sem að einhverju leiti endurspegla svolítið hvernig viðhorf til myndlistar í landinu sko. Bankinn á náttúrulega mesta svona safn í einkaeigu og við höfum verið að bæta mikið við það. En þetta fer eftir áhuga, það svoleiðis í öllum fyrirtækjum, öllum heimilum, þetta fer náttúrulega eftir áhuga bara einhvers eins aðila. Nú í beinu framhald af því þá komst ég í samband við Kling & Bang. Og Björgólfur sem businessmaður, náttúrulega metur þetta safn. Í þessum hópi var flest af því sem við töldum að skipti máli. Og kemst af því sem að ég held að sé raunin með þetta safn að það frekar svona burðugt framan af fram að 1950 eða 60 eitthvað svoleiðis. Listræn metnaður. Svona gömlu meistararnir eitthvað. Kraftur og frumkvæði. Og svo síðan dalar það mjög og bara orðið frekar slaft í samtímanum. Þannig að þeir vilja komast í tengingu við íslenska samtíma myndlist. Og það var svona þeirra hugmynd og eiga þetta hús á þeim tíma. Og þeir koma til okkar í Gallerí Kling & Bang við 8. Hvað þetta? Að þá þetta einhvern veginn svona heppileg staðsýning. Undarlegur svona arkitektur sem virkar eins og útvöxtur einhvern veginn. Ég held að fyrstu 4 mánuðina þá vorum við með 50 opinbera atburði. Hlutinni gerast náttúrulega á kunningjalegu. Egill Sæbjörns þekkir hana út í Þýskalandi og okkur eitthvað að fá hana og bara hringdum í Egil og hann hringdi hann og hún var til að koma. Það er svolítið magnað að fylgjast með hvernig þú verið bara svona byrjaði hægt og rólega að pumpa og svo bara gusaðist út allar áttir og allar trissur, allar jarðir. Síðan þróaðist þetta lengra út í það að vera bara með stærri eventa. Fólk erlendis frá fór að sýna okkur meiri áhuga. Í byrjun húsins þá fengum við Paul McCarthy og Jason Rhodes. But if it gets out of control, don't hang on to it, you can let it go. Það bara veltur upp á sig sem endar í einhverju stórkostlegri, stórri pródúksjón með 25 manns í vinnu við það að búa til sápuverksmiði í kjallaranum. Við sem myndlistamenn líka áttum svo mikið þátt í þróunarferlinu. Við komum upp með tólgarfituna í þessum síplökum. Ég held að Hekla hafi komið að við finna svona íslenska, svona gamla heimáttalega útgáfan af íslensku sápunni sem er bara mör og vítursóti. Paul McCarthy vinnur svolítið svona með þetta gróteska, vinnur með þetta svolítið svona trúarlega, kaþólska og Hollywood og hann fer víða við einhverjum miklar deilur oft. Þetta er oft kynferðislegt, þetta er næstu abusive. Finnst þér þetta góð list? McCarthy og Rhodes. Þessi listina, þessi listaverkina í... Já, mér finnst það mjög flott. Mjög flott. Stórkostlegt. Thank you all for coming. Hector, do you want to make a speech? Sure. But what do we have to say? Jason Rhodes vinnur með svona fjöldaframleiðslu, þetta er náttúrulega Ameríkanar vinnur með svona fjöldaframleiðslu nútíma samfélags
allt svona í massavís sko framleitt og svona ágnótt af öllu. Það er mjög gaman að segja frá því að þetta fólk sem hefur komið að vinna hérna hefur allt verið mjög ánægt með það ferli sem það hefur verið að ganga í gegnum. To fly over these volcanoes, to drive half an hour and then walk 20 minutes and come to a Paul McCarthy installation. So it's pretty amazing. Hekla Dögg sennilega frambærilegasti íslenski listamaður sinnar kynslóðar. Hún er listamaður sem kemur fram fyrir svona cirka 10 árum síðan. Í þessu verki sem ég kalla Constellation, út af því að þetta í raun og veru bara samtal tveggja hluta. Ég vil nú bara segja það að hennar jafnöldrum að hennar kynslóð hún sennilega sú sem hefur náð lengst. Og vídeóið sem með, það hérna tekið á Herjólfi og þegar sjóndeildarhringurinn mætir línu í skipinu, miðjulínunni, þá hérna heyrist þetta hljóð akkurat sem við heyrum núna, þetta svona smá hringingaljóð. En aftur á móti þegar hérna skýjabakkinn mætir línunni í vídeóinu, að þá hérna heyrist herrahljóð. Og það gerist mun sjaldnar, það gerist frekar sjaldan. Þá minnir mann kannski svolítið á stóra vinningin. Hún einna best tengd af þeim íslenskum listamönnum sem ég þekki og við njótum góðs af, bæði gegnum það að hún náttúrulega aðili að Kling og Bang galleríinu. Hún virkur þáttakandi í íslensku listalífi og erlendu og eins og ég segi einna frambærilegast íslenski listamaður sinna kynslóðar. Most of them are musicians and actors or artists and performers, filmmakers and fashion people. I mean, there's so many different mediums that people use and I think are waiting to have an opportunity to develop and they explore so much. They're very spontaneous artists as well. Ragnar Kjartansson kannski eitt af þessum íkonum yngri listamanna sem kannski að mörgu leyti andlega skyldir John Bock, þetta eru rómantíkarar. Nourrid est venu dans ce studio. Hann með sérkennilega blandaðan bakgrunn, þetta ekki bara myndlistamaður, hann tónlistamaður, hann leikhúsmaður, hann sameinar þessi form í gerningi, í performansum, í kvikmyndum. Hann sjálfur maður sem leitar inn í 19. öldina, hann jafn vígur á hvað sem Það sem ég að vinna að, ég að smíða leikmynd fyrir verk sem heitir Hin mikla ókyrrð og verður sýnd á listahátíð núna. Sem verður undir Eyjafjöllum. Og þetta leikmynd sem við erum núna að smíða og mála, ég og Doddi vinur minn. Þetta gamalt svona draugaleikhús. Verkið verður þannig að það gamalt samkomuhús sem heitir Dagsbrún og það verður allt fyllt af leikmyndum og teikningum og kassettutækjum og alls konar geðveiki. Svo verð ég með 3 vikna langan gjörning þar inni. Fyrst meira myndlistina, hvað þetta form sem að leyfir allt í raun og veru? Myndlistin? Já. Það voðalega mikið af fólki sem skilur ekki alveg allt sem að gerist inn í þessu formi. Já, það er alveg skiljanlegt. I love to repeat myself, as you can see. Kalla þetta list.
þetta er ekki list, þetta er bara eitthvað rugl, þetta er bara eitthvað fólk á einhver engafengu. Já. But it's like the blues, it's like the same, you know, it's based on the same, you know. It's great to see you. I do love you very much. Franziska von Habsburg að sumu leyti kannski stærsti sponsor á evrópskri samtímalist. Hennar framlag hérna var á listaháttíð að koma með Christoph Schlingensief og hún velur þetta sem vettvang að sýna í Klink og Bank. Þetta var gert með stuttum fyrirvara og bæði að pródúsera, vinna sýninguna með Christoph Schlingensief, taka þátt í henni, leika í henni og sýna þetta. Það var okkar framlag og hún sem sagt pródúsentinn á bakvið þetta, kemur hérna í eigin persónu, vaktar þetta, situr og vakir yfir þessu. When I found out that the whole festival kind of rotated around Dieter Roth and his school and the Academy of Dieter Roth and his presence in Iceland, and it was really investigating how his work has influenced a new generation of artists, I thought that kind of was the right context. Jason Rhodes and John Bach and these artists are said in Icelandic, artists. They have to roll your R's. Hello. The president of Iceland? Yeah. That's his car there? Ah, you have a big car. It's not part of the exhibition, but it can but be. This is great. This is great. Working in the Klinkenbank has been really, really fascinating because there's a whole community there of artists who are working again in all these different disciplines, and they're all making an effort there to collaborate with Christoph to support him, and it gave that Klinkenbank some energy that it needed, some international interests. It also helped them get some funding. And that's very important, and I think they've achieved a lot just since this project began just a few months ago. Það var að vinna með Schlingensief var sko 2,5 vikna helvíti en stórkostlegt. I give you kingdom in the skies of heaven, right? Perfect. It was a difficult subject to take because the Edda is such a classic book of all the myths and underworld of this country. So much of their identity and culture is about the Icelandic independent spirit, and also their whole sense of identity seems to also rotate around the Edda. Hann vinnur í alla miðla kvikmyndir, með gallerí sem myndlistarmaður vegna þess að hann gerir stórar innsetningar. Hann svona enfant terrible eins og kallar hann, hann alltaf til vandra hvað sem hann kemur. Prime Minister, Parliament. Then we go there. Yeah, we go there. We completely destroy the parliament. What do you want? We want to destroy every democratic elements on the world because it has no chance. Well, when we started this project, I had done quite some research in Christoph's work. And of course, there is a very strong political element in it that he does these sort of demonstrations and has done a lot of that in the past. Step brighter, komið nær, gangið í bæinn. We have to destroy everything and then we have to wait what happens then. And then I think there is the birth of a new nation of the whole world. I wish you luck. I wish you luck. Yes. Good. His main theme, I think, in his work is obsession. Fear and obsession comes up all the time. And I think that what he does wherever he goes, he will look for in the people of that country what the fear and the obsessions of these people are. And so I'm coming from Germany to be very happy here to destroy with Icelandic people together. All girls who has democratic no! No, no, no! This is SS! This is SS! This is SS! This is SS!
This is SS! You this SS! Oh, you're so crazy! Yes! Come on, baby! Go away! Go away! Smoke is SS! This is SS! Coca-Cola! This is SS! This is a word announcement! Fuck you! Ow! Destroy Parliament! Destroy Parliament! Thank you! Thank you! Thank you! Destroy Parliament! Thank you very much! Destroy Parliament! Thank you! Ég held að, þú veist, ég held að listamenn sem að gera eitthvað gott, þeir séu aldrei að sjokka bara til að sjokka. Ég meina, þú veist, ef þeir snerta við einhverju í raun og veru, þá er það náttúrulega, þá er það einhver viðkvæmni sem til staðar í samfélaginu sem gerir það verkum og það verða viðbrögð. Slingersíf er eins og sko, er bara hálfgerfingur eyðingarinnar. Ég í skjóli að þetta spónum. Deathbrighter, skiptir öllu máli að vera með. This is the word announcement! Give me your blood! Give me your blood! Get you all together now! The House of Obsession has Asgard. This is the home of the gods. Then there is Ragnarök, Midgard, the middle world. Then Ragnarök is destroying. It's the war. It's the war. Everything is destroyed. And there, when everything is destroyed, then comes Utgard. Utgard, this is the underworld. There is the meeting point of Iceland and Africa. There is the love of Iceland and Africa. And all you are now a part of it. You are a part of the animatograph. Við höfum náttúrulega orðið var við það að þetta hefur mæltist bara óvenju og ótrúlega vel fyrir og ég hef fengið fyrirspurnir frá erlendis frá að segja frá þessari starfsemi og mörg sendiráð hér hafa haft samband við mig og svona hafa þá fengið fyrirspurnir frá sínu löndum og verða að velta fyrir sér svona fyrirkomulagi þannig að ég sé alveg að þetta hlutur sem að er þörf á og ef við höfum aðstæðu til að gera eitthvað þá munum við gera það. Nú við erum að kynna fyrst og fremst það sem hefur verið að gerast í Klingi og Banki og Kling og Bank gallerínu. Það er svo kallum þetta Kling og Bank Invasion sem bara innrás. Við erum hérna öll inn í mjög litlu rými. Þetta undir þessu heiti Kling og Bank. Þannig að þetta verður mjög organískt og orkumikið. Á Berlínar liste. Þú finnur það líka og kemur inn í þetta litla rými hvað hérna orkan er yfirþyrmandi og skemmtileg, góð. Æðisleg. Þetta er bara svona almenn gallerí sem þetta kynna listamennina sína. Við erum ekki að borga eins og önnur gallerí en það er út af því að við erum alltaf með svona eiginlega sérstakt prójekt í gangi. Við erum meira hálfgerðir boðsgestir hérna og svolítið öðruvísi heldur en... Við erum meira svona með event, með dagskrá. Heldur en virðist vera hérna því sem hefur allan að verið að skoða. Það eru músík og svona lifandi dagskrá. Það eru líka margir sem eru með gjörninga og koma fram sem skemmtikraftar, músíkantar. Það er merkilegt fyrir okkur að skoða evrópska myndlistarsenu innanfrá, að fara og vinna á Pompidou-safninu innanfrá, sjá hvernig systemið virkar, hvernig munurinn á þessu og heima. Það er mjög merkilegt fyrir okkur að komast inn í netsamböndin og þetta networking, að við kynnumst, fáum tilboðum að sýna eins og við erum smá saman að uppskera. Við munum uppskera í kjölfarið að þessu þegar byrjað að ræða við okkur sýningarhald annar staðar og þetta vindur upp á sig á furðulega hraðan hátt. Það er allt í einu komið eitthvað í gang sem enginn vill að stoppi.
miklu skemmtilegra þegar hlutir opnast, bara í sem flestar áttir, þeim fleiri þeim betri held ég. Það magnast upp einhvers konar suðupottur og maskína. Á þessum tíma þá hefur maður einhvern veginn lært að tengingarna verða bara alltaf fleiri og fleiri, þeim meira sem gefið Það komin á stað maskína sem enginn vill að hætti. If I have any say in it, it will go on for centuries. Annars þetta svona aðalmálið. Kaupa bankar eftir lokun. Já. Og kaupa aðra bankar eftir lokun. Það